Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Við ætlum nú að halda okkur dálítið mikið við skýrslu rannsóknarnefndar í þessum þætti. Fáum hérna meðal annars Árna Bergmann sem hérna hjá mér og Kristínu Þóru Tómasdóttur og Árna Svan Daníelsson. Þau eru bæði prestar. Við ætlum að fjalla reynda líka orkuverð hér á eftir og lífeyrissjóði, framistöðu fjölmiðla í aðdraganda fjármálahrunins og fáum svo í lokin Njörð P. Njarðvík, prófessor emeritus hér í settið. En við skulum byrja á ykkur, Árni Svanur og Kristín Þórunn. Þið hafið verið að blogga meðal annars ég vil ekki bara segja reiðina í samfélaginu. Og maður svona velti fyrir sig að þið eru prestar, ekki prestar að tala fyrirgefningu og boða fyrirgefningu, en þið eru frekar að tala reiði og hún eigi rétt á sér. Við höfum kannski talað hvort tveggja, en það rétt, við skrifuðum stuttan pistil sem að birtist í Fréttablaðinu og var líka að bloggfærslu sem við kölluðum það sem gerir okkur reið, sem að kom í vikunni, birtist í vikunni eftir að skýrslan kom út. Og við vorum eiginlega svolítið að færa það í orð sem að við erum í uppnámi yfir og vildum lyfta þessu fram. Þetta tengdist líka messu sem var haldin í Gráuskirkju, sem var svokölluð reiðimessa, sem var svona tilnefnd sem að mæta því hvar við erum stödd og hvernig okkur líður hér og nú. Því okkur finnst líka mikilvægt að við vinnum með þessar tilfinningar og nýtum þær til góðs á uppbyggilegan hátt. En við höfum ekki bara að segja já amen eða... Nákvæmlega. Og þess að við líka vorum að benda á að það er mikilvægt að geta sett orð á hlutina eins og þeir eru. Mikilvægt að þekkja hvernig okkur líður og nefna staðinn sem við erum á, þótt það sé ekki góður staður og þótt við ætlum ekki að vera ánum alltaf. En leiðin frá reiði til sáttar er löng og það er ekki hægt að stytta sér leið. Við verðum að fara þessa leið og tala hlutina og það er eins og þessi góða skýrsla bendir á og við tökum undir. Það er mikilvægt að við sem þjóð horfumst í augu við það sem að gerðist og það sem fór úrskeiðis og tökum einhvern veginn kúrsinn þaðan í leiðinni til uppbyggingar og betra samfélags. Það má kannski líka nefna í þessu sambandi að það sem og við bendum á það í pistlinum að eitt af því sem að má hafa áhyggjur af er doði og sinnuleysi. Að við megum eiginlega ekki enda á þeim stað í þessum aðstæðum sem við erum núna að okkur finnist eins og það sé ekki hægt að breyta neinu. Okkur finnist eins og við getum ekki byggt upp betra samfélag. Við höfum gengið í gegnum hamfarir hérna. Maður svolítið verið að hugsa það núna vegna þess að nú búum við þær aðstæður að við höfum upplifað annars konar hamfarir. Það hafa verið náttúruhamfarir á Íslandi bara undanfarin mánuð og við höfum séð þá hvað við eigum óbúslega flott kerfi. Við eigum viðbragðaáætlanir og sem sagt alls konar stofnanir í samfélaginu sem að grípa inn í og við treystum þeim og okkur líður vel. Við kunnum dálítið vel á þessa tegund af hamförum. Sérfræðingar á sínum stað og hún vekur reyndar held ég að þessi eitt í því að svona náttúruhamfarir eins og eldgos vekja við svolítið ágættar tilfinningar hjá Íslendingum. Ég meina við munum eftir Vestmannaeyjagosinu að mörgu leyti má held ég að segja að það sé einn fínasta stund íslenska lýðveldisins þegar Vestmannaeyingar voru fluttir upp á land og hýstir og klæddir. Og við sjáum kannski svipuðu leyti viðbrögðum við ástandinu undir Eyjafjöllum. Fólk flykkist í stuðningshópa og vill láta gott á sér leiða þar. En sko hliðstæðan við efnahagshamfarirnar er svo sláandi að þar einhvern veginn spyrjum við okkur hvar voru sérfræðingarnir, hvar er viðbragða áætlunin, hvar eru björgunar aðgerðirnar og við finnum okkur ekki örugg. Og áskorunin er kannski svo að við hugsum það að við höfum kannski ekki brugðist algjörlega rétt við núna og okkur finnst við ekki vera á góðum stað. Áskorunin er svo að þetta leiði til einhvers konar breytinga og þetta leiði okkur á þann stað að við förum að treysta aftur. En þá er kannski spurningur það að menn geri eitthvað, að menn aðhafist, það tala ekki bara að það er komið tími til að breyta í alvörunni. Já, og sko í þessu 8. bindi þá er aftur kemur fram
þetta sko nauðsyn þess að styrkja bara lýðræðið í þessu samfélagi og efla samfélagsvitundina og bæta samskipti og samskipta menninguna hérna. Og það svo margt sem maður má skrifa á að þessi hlutir hafa ekki verið í lagi, upplýst, umræða og aðgengi af upplýsingum og það er svona áfellisdómur yfir mörgu í okkar stjórnkerfi og embættismannakerfi, hvað það varðar. Og þetta verður góðir staðir til að byrja á. Já, við erum alltaf verið í því sem er kallað kunningasamfélagið. Og alltaf einhvern veginn mikið hérna hlítir leikreglum kunningja, einhvers konar kunningja og klíkusamfélags. Já, og við höfum verið að hérna, og maður sé líka að það er undirliggjandi gagnrýni líka bara á það skortur á fagmennsku að einhverju leyti. Það má kannski taka líkingu. Við þurfum að breyta kunningasamfélaginu, því sem gerir samfélagið okkar að kunningasamfélag. Við þurfum að takast á við það og það má sjá fyrir sér 2 skref í þessu sambandi. Ef við notum samfélagshugtakið, við þurfum að stíga frá því að vera kunningasamfélag yfir það að vera réttlætissamfélag. Það sem allir njóta sannmælis og sanngirni að einhverju leyti. Og síðan þurfum við að stíga frá því enn eitt skref sem að er skrefið yfir það að vera það sem getum kallað náungasamfélag. Sem einkennist sko af því að ég læt alla njóta sannmælis og ég kem eiginlega fram í virkri umhyggju fyrir þeim. Það er ekki bara það að sem sagt, sá eða sú sem býr við hliðin á mér eða í næsta hverfi eða næsta bæjarfélagi fái það sem honum eða henni ber, heldur að ég geri það sem að ég get til þess að stuðla að því að við öll njótum þess besta. Það er eitt sem Páll Skúlason hefur vakið athygli á og það er þetta, þessi hugmynd sem verður svo gegnumgangandi í þessu samfélagi lengi að ríkið sé mjög vont og allt sem tekist ríkinu og allt sem tekist því sem við eigum sameiginlegt sé einhvern veginn ómögulegt og það ég helst bara að taka það í sundur eins mikið og fljótt og hægt er. En eins og Páll bendir á þá er ríkið þau verðmæti sem við eigum saman, þetta var borgum við saman í þau og tökum saman úr þeim.